Ég fædd í Reykjavík en ég ólst að stórum hluta til upp í Bandaríkjunum sem foreldrar mínir voru í námi og fluttum heim þegar ég var 10 ára. Ég fór í menntaskólann í Reykjavík og lauk þaðan stúdentspróf á náttúrufræðibraut og fór svo í læknadeild. Maðurinn minn heitir Björn Rúnar Egilsson og hann aðjúnkt við menntavísindasvið Háskóla Íslands og sjálfur doktorsnemi. Við eigum 2 börn. Runólfur 3 ára og Auður 12 ára. Faðir minn læknir og hann reyndar sérfræðingur í lyflækningum og nýrnalækningum og móðir mín menntuð söngkona og þannig að ég var umkringd læknavísindum bara frá unga aldri og hafði í mínu næru umhverfi ákaflega svona sterkar og góða fyrirmyndir. Þannig að ég lærði fljótlega að bera mjög mikla virðingu fyrir starfinu og heillaðist mjög af læknavísindum en líka af svona húmanískum hliðum starfsins og sé ekki eftir því vali. Ég var svo lánsöm að ég var ráðin til starfa þegar ég var búin með 4 ára læknisfræði inn á lyflækningasvið og fékk þar að starfa á smitsjúkdóma- og innkirtladeild og það var ákaflega dýrmæt og góð reynsla og ég heillaðist mjög af lyflækningum strax þá og það mitt sérsvið, eða það sem ég ætla að sérhæfa mig í. Ég fékk líka tækifæri til að stunda vísindarannsóknir frá því ég var á öðru ári læknisfræði og mínar vísindarannsóknir hafa verið á sviði nýrnalæknisfræði og þannig að ég hef mikinn áhuga á því að sérhæfa mig síðar á því sviði. Rannsóknarhópurinn sem ég tilheyri rannsakar sjaldgæfan efnaskiptasjúkdóm, þannig sem galli, ensímgalli í efnaskiptum púrína og kallast APRT-skortur. Veldur því að efni sem kallast dihydroxyadenín eða DHA sem skilst út nýru en torleyst í þvagi, hleðst upp, getur valdið endurteknum nýrnasteinum en einnig langunum nýrnasjúkdómi sem getur leitt til lokastigs nýrnabilunar. Sjúkdómurinn merkilegur fyrir okkur vegna þess að hæsta tíðni hans í heiminum á Íslandi. Það var lífeindafræðingur nafni Jóhanna Jónasdóttir sem sá kristalla í þvagi, sem getur sést hjá þessum sjúklingum, en vissi ekki af hverju þeir stöfuðu og fékk Þröst Laxdal barnalækni í lið með sér. Þannig að sýni var sent til Kaupmannahafnar þar sem það var efnagreint og var greiningin þá staðfest á APRT-skorti. Síðan þá hafa greinst 35 tilfelli á Íslandi og hafa rannsóknir okkar leitt í ljós að sjúkdómurinn algengastur á Íslandi í öllum heiminum. Við erum svo lánsöm að við höfum lyfjameðferð sem getur komið í veg fyrir þróun langvinns nýrnasjúkdóms og í rauninni varðveitt nýrnastarfsemi hjá þessum sjúklingum. En því miður víða erlendis þá hafa sjúklingarnir oft tapað nýrnastarfsemi þegar að þeir loksins greinast með sjúkdóminn. Og Jóhanna greinir þennan sjúkdóm og sér þarna kristalla sem hún hafði reyndar séð 10 árum áður. Og þar af leiðandi gat hún greint annan sjúkling sem því miður hafði tapað öðru nýranu í millitíðinni. Og hún hélt þessu mjög á lofti með lífeindafræðinga og kristallarnir kallaðir Jóhannukristallar í höfuð á henni. Það mjög rík hefð fyrir smásaskóna þvagi á Íslandi og lífeindafræðingarnir hafa verið mjög vakandi fyrir þessum kristallum og átt stóran hlut í því hversu vel sjúkdómurinn greindur á Íslandi. Lífeindafræðingur sem við höfum starfað lengi með, Steinunn Oddsdóttir, hún kenndi líka lengi lífeindafræðingum og svona lagði mikla áherslu á að þekkja þessa kristalla. Þannig að við njótum góðs af því og sjúklingarnir. Árið 2009 þá fékk rannsóknarhópurinn styrk frá bandarísku heilbrigðisstofnuninni til 10 ára til að setja á fót skrá sem við söfnum sjúklingum í hvaðanæva úr heiminum og í dag eru 63 sjúklingar sem taka þátt í rannsókninni. Flestir frá Íslandi en einnig frá öðrum löndum í heiminum.
Rannsóknarhópurinn er leiddur af Viðari Eðvarðssyni sem er sérfræðingur í nýrnalækningum barna og Runólfi Pálssyni sem er sérfræðingur í nýrnalækningum. Inger Ágústsdóttir hjúkrunarfræðingur er verkefnastjóri og ég hef starfað sem rannsóknarnemi síðastliðin 8 ár. En aðrir samstarfsaðilar eru Jón Jóhannes Jónsson, yfirlæknir á erfða- og sameindalæknisfræðideildinni og Gunnar Már Sóega, augnlæknir, tekur líka þátt. Og svo höfum við samstarfsaðila hjá Arctic Mass, Íslenska erfðagreiningu og Mayo Clinic í Bandaríkjunum. Það er ákaflega gefandi að vinna á Landspítalanum. Ég reyndi að tel mig vera mjög lánsama með bæði vinnustað og samstarfsfélaga. Læknisfræði er auðvitað starf sem að felur í sér ævarandi nám og þekkingarlit og það er alltaf eitthvað nýtt að læra hverjum degi. Samstarfsfélagi mínir eru mjög örvandi og hvetjandi, þannig að hver dagur er skemmtilegur. En ég hygg á frekara sérnám. Mér finnst með tilkomu sérnáms í lyflækningum að þá hefur orðið breyting á menningunni. Það er mjög rík kennslumenning sem að hefur fleytt okkur mjög áfram og aukið sérstaklega á, finnst mér, samheldnina milli samstarfsfélaga. Eitt af því sem að er mest gefandi í starfinu er teymisvinna og ég hef fengið að starfa með gríðarlega öflugum einstaklingum úr öllum stéttum sem að hefur verið mest gefandi. Ég hef alltaf stefnt að því að fara í sérnám til Bandaríkjanna og sérstaklega hafandi alist þar upp, en við vonum að það verði að veruleika innan fárra ára. Við bjuggum fyrst í Connecticut fylki og síðar í Massachusetts og þá í Boston og það var ofboðslega skemmtilegt. Það var mjög notalegt að alast þarna upp sem barn og auðvitað tækifæri til þess að ferðast. Ég líka fékk að vera mikið í kringum foreldra mína og þeirra störf og varð þetta fyrir áhrifum þar. Ég get ekki neitað því að frítíminn hefur að miklu leyti farið í vísindarannsóknir undanfarin ár. Eftir að ég lauk kandídatsprófi í læknisfræði þá innritaðist ég í doktorsnám og lauk doktorsgráðu núna í ágúst. Með fullri vinnu og fullu sérnámi og þá hefur ekki verið mikill tími aflögu. En við fjölskyldan reynum að nýta frítímann þegar hann gefst og höfum ferðast mikið saman. Ég stundaði tónlistarnám mjög lengi og lærði á fiðlu þar til ég var komin yfir tvítugt og nýt þess ennþá í frítímum. Ég söng líka lengi í mótetukór Hallgrímskirkju. Þó ég hafi nú þurft að gera hlé að þá langar mig nú gjarnan til að komast aftur í sönginn. Og ég starfaði sem ljósmyndari líka áður en ég fór í læknadeild. Þannig að sérstaklega þegar ég er á ferðalögum að þá tek ég myndavél gjarnan með mér og reyna að fanga augnablikin, svolítið minningar. Það hefur náttúrulega verið mjög gefandi bæði sem læknanemi og læknir að fá að vera í nánum tengslum við sjúklinga. Margir þeirra erlendis sérstaklega hafa leitað mikið til okkar og einhverjir þeirra hafa ferðast alla leið til Íslands til að heimsækja okkur og gangast undir rannsóknir á okkar vegum. Hluta af þeim störfum sem ég hef unnið hefur snúist að því að tala við sjúklinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn og bæði í gegnum netið sérstaklega. Með þessum styrk frá bandarísku heilbrigðisstofnuninni fylgdi ákveðin krafa notkun samfélagsmiðla og stofna samtök fyrir sjúklinga, bæði innanlands og utan. Margir sjúklingar hafa fundið okkur og okkar rannsóknarhóp bara í gegnum Facebook og í gegnum sjúklingasamtökin þar sem að við reynum að leitast eftir samstarfi við sjúklingana þá hafa komið fram upplýsingar einkenni frá augum sem að hefur ekki áður verið lýst í þessum sjúkdómi. Eftir að sjúklingarnir hefja lyfjameðferð, þá hafa einhverju þeirra upplifað ljósfælni og móðusjón
svona aðskotarhlutstilfinningu og mikla verki og við augnskoðun hafa sést útfellingar í hornhimnu og við erum að rannsaka núna af hvaða meiði þessar útfellingar eru. Rannsóknir í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu hefur leitt í ljós að sjúkdómurinn er sennilega algengar á Íslandi heldur en annars staðar í heiminum. Í dag eru við 35 sjúklingar greindir en þeir eru sennilega hátt í 50. Þetta eru gjarnan sjúklingar sem fá endurtekna nýrnasteina. Einkenni sjúkdómsins geta komið fram á hvaða aldri sem er. Í okkar þýði eru sjúklingar allt frá bara fæðingu liggur við og fram undir 70. Birtingarmyndin er mismunandi. Sjúklingar geta haft endurtekna nýrnasteina en geta líka haft bráða nýrnaskaða eða langvinna nýrnasjúkdóm. Það er í rauninni ekki endilega munur á þessum nýrnasteinasjúkdómi og öðrum, fyrir utan að nýrnasteinarnir geta verið endurteknir. En það er mjög mikilvægt fyrir okkur sérstaklega að halda áfram að smásaskoða þvagsýni og efnagreina þessa steina til þess að finna þessa sjúklinga. Svo má auðvitað velta því upp þar sem að sjúkdómurinn er svona algengur í Íslandi, hvort að við hefðum hagað því að skima fyrir honum. Nýrnasteinasjúkdómur er mjög algengur og verður algengari en getur stafað af margvíslegum orsökum og efnasamsetning nýrnasteina er mjög mismunandi. Þessi nýrnasteinasjúkdómur er mjög lítill hluti af þeim sjúklingum og í rauninni ekkert sem að endilega greinir þar á milli en það er mikilvægt að smásaskoða þvagsýni því þá er hægt að sjá þessa kristalla, sérstaklega í höndum þjálfara aðila og þá er hægt að meðhöndla þessa sjúklinga. Nýrnasteinasjúkdómar almennt geta haft marga orsakaþætti en APRT-skortur er erfðasjúkdómur, erfist með víkjandi erfðamáta þannig að sjúklingar þurfa að hafa fengið þann gallað gen frá báðum foreldrum til að hafa sjúkdóminn. Þegar ég var á lokaári læknisfræði þá er svo kallað valtímabil og ég fékk að nýta það til að dvelja við rannsóknir á Mayo Clinic og var að rannsaka annan sjúkdóm, sjaldgæfan sjúkdóm sem veldur nýrnasteinum og nýrnabilun. Fyrir 2 árum síðan þá var ég valin úr hópi umsækjanda sem að ég fékk styrk frá bandarísku heilbrigðisstofnuninni í svona þjálfun í að rannsaka sjaldgæfa sjúkdóma. Var í hópi 20 ungra rannsakanda, fór til Washington í 2 skipti og var þar á námskeiðum og fyrirlestrum og fékk svo að vinna að rannsóknarverkefni undir handleiðslu yfir árið sem ég kynnti svo á ráðstefnu í september í fyrra. Ég held að tónlistarmenntunin hafi skilað ákveðnum aga í rauninni. Ég hef alltaf haft mjög mikið að gera og notið þess vilja vera mikið í félagsstörfum og tónlistanámið og svona þannig að það að fara út í vísindarannsóknir var eitthvað svo eðlilegt framhald og sérstaklega að ná að samtvinna það þessu starfi. Man verður einhvern veginn starfi svolítið af líf og sál og ég hef fengið mjög mörg tækifæri í gegnum lífið og sérstaklega í gegnum þessar vísindarannsóknir sem að ég er alveg óbúslega þakklát fyrir.